gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, við ætlum að ræða gamalkunna krísu fjölmiðla hér á landi. Það nú ansi mörg ár síðan einhver var ánægður með fjölmiðla landslægið hér og sannarlega er aukin viðsjá varðar rétt almennings á upplýsingum og tjáningarfrelsi og möguleika almennings á að verða vitni að vandaðri ekki síst rannsóknarblaðamennsku. Við munum þá tíð þegar hér voru fréttaskýringaþættir á báðum sjónvarpsstöðvunum okkar. Það var mikið lagt upp úr því að fjölmiðlaritstjórnir reyndu að stunda rannsóknarblaðamennsku. Við vorum með Stundina sem hampaði rannsóknarblaðamennsku, Kjarninn einnig. Og þetta tímafrek og oft á köflum kostnaðarsöm vinna en hefur gríðarlegt vægi fyrir almannahagsmuni. Nú þetta svona, ég vil eiginlega segja hægt og rólega að renna út í sandinn. Við hvað kostar það almenning, hvað kostar það samfélagið? Við hér á Samstöðinni skúpuðum því núna í fyrradag að við skúpuðum uppsögnum á Heimildinni. Þar eru tveir mjög reyndir blaðamenn. Erla Hlynsdóttir sem nú fræg fyrir að hafa lagt ríkið ítrekað fyrir mannréttindadómstólnum. Hún annar þeirra og Margrét Marteinsdóttir sem mannréttir fyrrum varafréttastjóri Ríkisútvarpsins. Þær fengu uppsagnarbréf fyrir skemmstu og við höfum heyrt í kjölfarið fluttum að því frétt að Heimildin að fækka útgáfudögum. Það ekkert langt síðan þeir voru með vikulegt blað en það ásast að fara í mánaðarlegan farveg og þar hafa verið miklar og hraðar breytingar á ritstjórninni eins og á svo mörgum öðrum fjölmiðlum. Nú þetta eru uppsagnir, við vitum ekki hve margir blaðamenn sjálfur bara sjá það að það ekkert virk lengur í því að stunda blaðamennsku. Við vitum að okkur hefur fækkað alveg rosalega, mörg hundruð. Það erfitt að staðhæfa hve marga vegna þess að til dæmis almannatenglar geta verið í blaðamannafélaginu og stundum ekki alveg ljóst hver blaðamaður og hver almannatengill. Þannig að það alls konar álitamál og full ástæða til að ræða stöðuna og hvort eitthvað til lausnar. Við erum með einhver opinber embætti sem eiga að geta hjálpað okkur að greiða úr flækjunum. Og hingað eru komnir tveir menn til að ræða þessi mál. Það Skúli Bragi Geirdal, fjölmiðlanefnd, velkomin. Ólafur Arnarsson, þú ert á DV, gamall fréttahundur eins og ég. En Skúli Bragi, fjölmiðlanefnd sem sagt sjálfstæð stjórnsýslunefnd sem heyrir undir menningar, nýsköpunar og háskólaráðuneytið. Með starfsemi fjölmiðlanefndar skal stuðla að því að markmiðum og tilgangi fjölmiðlalaga verði náð og nefndinni sem þú starfar hjá ætlað að efla fjölmiðlalæsi, fjölbreytni og fjölræði í fjölmiðlum, standa vörð tjáningarfrelsi og rétt almenninga til upplýsinga. Ekki alveg augljóst að þegar jafnvel bara tvær uppsagnir, tveggja mjög reyndra blaðamanna á miðli sem hefur stundað rannsóknarblaðamennsku, það bara samfélagslegur skaði og það varðar þitt jobb, beint eða óbeint, ekki satt, og það varðar almenning. Ég held að sé alveg ljósta, við höfum áhyggjur af því alltaf þegar við sjáum uppsagnir og sérstaklega á reyndu fjölmiðlafólki, rétt eins og þegar við sjáum fjölmiðla hverfa af fjölmiðlamarkaðnum. Sem mikið hefur nú verið Já, við getum nefnt Torg og N4 sem var þetta stórmál. Þannig að sjálfsögðu fyrir við þetta velta fyrir okkur hvað getum við gert til þess að bregðast við. Þetta eru þetta atriði sem við tölum í okkar bæði norræna og evrópska samstarfi því þetta hefur áhrif á fjölmiðlamarkaðinn. Þetta verður til þess að hann verður mögulega einsleitari, sérstaklega þegar fara út heilu miðlarnir. Þannig en svo þetta spurningin hvað hægt að gera. Ýmislegt auðvitað hægt að gera og eitt af því að lyfta upp fjölmiðlum, auka miðlalæsi
leggja meiri áherslu á vægi fjölmiðla fyrir samfélagið, af hverju erum við að eyða púður og peningum í fréttir, hvaða máli skipta þeir, hvað fer í það að búa til frétt og að við skiljum að það sé munur á frétt og einhver efni sem við lesum á samfélagsmiðli. Þetta skiptir máli, þetta segir sig ekki sjálft og það þarf að hafa fyrir því að kenna þessa þætti. Þannig að þetta eitthvað eitt sem við getum allavega lagt til málana. Það hægt að nefna hérna, það eru styrkirnir og auðvitað fjölmiðlanefnd að beita sig fyrir því að reyna að styrkja fjölmiðlaumhverfið. Það ekki bara þetta sem oft talað að það kemst oftast í umfjöllunina þegar að verið að sekta eða ákvarðanir eða álit, en það hluti af starfseminni. Stór hluti líka að auðvitað lyfta upp og efla íslenska fjölmiðla. Já, sko það ákveðin freistni vandi fyrir fjölmiðil í dag að vinna kannski ekki þá vinnu sem að flestir alvöru blaðamenn, ef ég leyfi mér að ræða alvöru blaðamenn, sko. Að sko þegar þú veist að verk er tímafrekt, það kallar á sjálfstæða vinnubrögð og fjármunni þá sem að því fylgja, það ákveðin freistni vandi í dag að fara ódýru leiðina og maður sér svolítið, maður hefur fylgst með því undanfarið að sko sumir eru brjálaðir út í það að mjög margir leiðandi fréttamiðlar séu farnir að skrifa þannig fyrirsagnir og séu að vinna fréttur upp úr öðrum og fyrst og fremst bara til þess að fá klikk, til þess að fá smell, frekar en að það sé verið að spá í hvað varði almenning, hvað bæti samfélagið, hvað sé mikilvægt fyrir almenning að vita. Þetta eitthvað sem að sko þið í nefndinni hafið sérstakar áhyggjur af? Auðvitað höfum við áhyggjur af fjölmiðlaumhverfinu á Íslandi og við erum að fylgjast með líka í gegnum sko okkar rannsóknir og þar erum við að sjá alls konar líka bara önnur rauð flögg sem alveg vert að reyna að bregðast við. Hluti af þessu samt held ég sé líka hjá fjölmiðlunum sjálfum. Auðvitað viljum við hafa samkeppni og samkeppni heilbrigð og góð, en það líka ákveðna samstöðu. Við búum í bara það litlu landi að fjölmiðlarnir sjálfur þurfa líka svolítið að taka höndu saman bæði til þess að berjast gegn þessu umhverfi sem við erum að sjá auknumagni falsfrétta, hvernig gervigreind farin að hafa áhrif á umræðu, skautun samfélags, trausti á fjölmiðlum. Þetta þetta verkefni ekki bara fjölmiðlanefndar, heldur líka fjölmiðlana sjálfra. Þannig að við þurfum einhvern veginn að draga þá saman og það vont þegar við sjáum líka í þessari samkeppni að fjölmiðlarnir eru farnir að höggva í hvern annan. Við þurfum auðvitað líka, ef við erum líka sko, sem fjölmiðlarnir sjálfur eru að ráðast á hvern annan, það dregur líka úr trausti heilt yfir á fjölmiðlaumhverfinu. Já, en ef þú væri sjálfur að vinna þessum bransa, þá myndir þú kannski átta þig á því að það ekki bara eins dauði sem mögulega annars brauð, heldur bara lífsbjargir fjölmiðla eru svo veikar. Við vorum með áskriftarfé í gamla daga sem var kannski 60% af rekstrarfénu, auglýsingar voru 40%, eins og þú þekkir jafnvel og ég, þá önnur hver króna núna auglýsingarfé, hún leitar út fyrir landsteinana á erlendar efnisveitur, Facebook, Google og svo framvegis. Þannig að lífsbjargir fjölmiðla sko í dauða teyjunum, þá kannski eðlilegt að þeir freistist til þess að vinna ódýrari, einfaldari vinnu sem ekki jafn mikilvæg fyrir samfélagið til þess að einhverjir auglýsendur hangi þá, geti skoðað lestrartölur og hangi á þessum vagni. Þannig að sko á sama tíma og ég veit að þið og blaðamannafélagið og fleiri hafi verið að svona hvetja til þess að við reynum að horfa heildrænt á þetta, þá samt sko það er minna pláss fyrir einhverja svona siðferðislega langtíma hugsun hjá manni sem í dauðateygjanum, sem bara að drukkna, sem að tali dramatískt. Já, ég skil það og við þurfum að reyna að koma fjölmiðlum úr þeirri stöðu að vera stöðugt að reyna að hugsa hvernig reki sig næstu mánaðamót. Þannig koma líka styrkir til fjölmiðla inn og það hefur örugglega haft, ef við erum að bera okkur saman við hinn Norðurlöndin, að þá fjölmiðla umhverfi hér frábrugðið á hinu Norðurlöndunum og það má kannski nefna sérstaklega til dæmis eins og þegar við sjáum fréttablaðið koma inn og við höfum svolítið verið síðan þá vön því að þurfa ekki að borga fyrir fréttir og áskriftamódeli hefur verið mjög veikt á Íslandi sérstaklega. Þegar við tölum styrki til einkarekinna fjölmiðla þá hefur þetta haft áhrif líka. Við erum ekki með sömu tegund að styrkjamódeli eins og á hinu Norðurlöndunum. Það hefur verið sérsniðið að umhverfinu á hverjum stað. En ég held að sé alveg vert að við lítum á þetta módel og hvernig það uppbyggt.
þetta gott módel og ég alveg viss það að við myndum vilja gera einhverja breytingar á þessu styrkja módel eins og við erum að keyra það í dag en þetta auðvitað vandasamt að meðan að við erum hér vön því að geta fengið fréttir frýtt, við þurfum ekki að borga fyrir þær, við berum minni virðingu fyrir þeim, fyrir vikið þannig að þetta auðvitað dálítið stóra málið hér. Maður eins og Chomsky segir að við þurfum að horfa á fréttir og sem sagt upplýsingar sem eru mjög mikilvægar almenningi. Við þurfum bara að horfa á þetta sama hættu og okkur finnst ekki skrítið að við borgum grunnskólakennurum laun, við borgum heilbrigðisstarfsmönnum laun. Þetta sé ein á grunnstoðum samfélagsins, vönduð fjölmiðlun og mikilvæginar fyrir samfélag sé slíkt að við þurfum einhvern veginn að þoka okkur frá því að blaðamennskan geti alltaf endalaust setið á hakanum og greinin sökkvi neðar og neðar eins og við verðum að verðum vitni að. Áskriftarmódelið út í heimi þá eru alltaf fleiri og fleiri og það aðeins að byrja hérna á Íslandi líka að það að renna upp fyrir almenningi að í ljósi meðal hans þess sem Chomsky segir þá þurfum við kannski úr eigin vasa að gera eitthvað sjálf, greiða atkvæði með höndum og fótum til þess að halda mikilvægir upplýsingu gangandi og sumir segja að það sé til dæmis bara tímaskekkja að miðilis og vísir.is sé hérna gjaldfrýr og MBL. Ég meina, eins og við þekkjum, fréttir eru langt í frá ókeypis. Langt í frá. En það getur erfitt að breytingur í menningun okkar. Við höfum vanist á það að fréttir eiga að vera ókeypis og ég geti nálgast fréttir ókeypis og fyrir nýja miðla sem ætla stóla á áskiptatekjur þegar með stóra miðla sem eru með ókeypis fréttir. Það eru þetta mjög vandasamt að koma inn á slíkan marka. En við þurfum að átta okkur á því að fréttir eru ekki ókeypis og það er sjálfsagður hlutur að greiða fyrir fréttir. Við sjáum það líka að bæði MBL og vísir eru að svona þreifa sig áfram í áskriftarkerfi á vefnum. Það er ferðin á mbl.is og það er sérmerktar greinar þar eða fréttir eða hvað það er sem að þú færð ekki í heilsinni nema að þú sért áskrifandi getur skráðið inn. Hvað finnst þér það? Ég skil alveg að menn sé að prófa það. Já. Það er náttúrulega það sem hefur gerst í fjölmiðlun er að sko tekju módelið í fullkomnu uppnámi. Algjörlega. Og það er ekkert óeðlilegt að menn reyni þetta. Sko, við erum náttúrulega á þessum smáa markaði hér. Já. Við sjáum það að erlendir fjölmiðlar sem hafa verið að gangi gegnum sama og við erum að gangi gegnum hér. Ég nefni til dæmis New York Times. Það gekk mjög illa hjá þeim þegar þeir voru að byrja að loka sínu vefsvæði og þú fékkst ekki aðgang nema sko, með því að gerast áskrifandi. Ég held að sé New York Times, ég var að lesa í vikunni að nú virðist þetta módel var að ganga upp hjá þeim. Já. Þetta var smá högg af því að almenningur hafði vanist í að fá þetta meira og meira frítt. Það var markaðsvæðing fjölmiðla gekk út á auglýsingar fyrir ætti bara að keyra þetta áfram. En hérna svo kom svona smá hikk en þetta er aftur núna að breytast. Já. Og ég held hins vegar og það er náttúrulega kannski ekkit nýtt að Ísland er mjög smár markaður. Nei. Og það verður alltaf sko mjög krefjandi. Já. Hefur alltaf verið mjög krefjandi held ég að reka fjölmiðla á Íslandi. Hefur ykkur á df.is dottið í hug að fara að selja að fara að rukka áskriftargjald? Mér vitanlega hefur það ekki komið alvarlega til tals. Nei. Mér langar aðeins að grípa inn í það áður en lengri haldið þá er kannski rétt að nefna það að ég bauð þessum blaðamönnum sem við vorum að ræða áðan og ritstjóra heimildarinnar og hérna hingað en fólk komst ekki. En við erum hins vegar með Facebook-færslu frá honum Jóni Trausta Reynisinni, ritstjóra heimildarinnar. Það sem hann ræðir að óvissan í rekstrarumhverfi fjölmiðla á Íslandi hafi því miður aukist mikið síðustu misserin og ég held að flestir blaðamenn taki nú undir það. Hann bendir á engin lög séu í gildi rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla frumvarp einfalda framlengingu hafi ekki verið klára fyrir þinglok sem átt að breyta einhverju og hann segir engin lög heldur í gildi hvernig rekstrarstyrki ríkisins yrðu vegna núverandi rekstrarárs eða hvort þau verið til staðar. Svo kemur hann hérna með sko dálítið áhugaverðan punkt.
Hann segir að ástandið eins og það í dag, það skiptir engu máli fyrir fjölmiðlafyrirtæki sem eru niðurgreidd af hagsmunaaðilum, eins og til dæmis útgáfafélag Morgunblaðsins sem fær 1 milljón krónur á dag frá útgerðarfélagunum og hagar efnistökum eftir hagsmununum. Eða bændablaði sem hann nefnir sem nýtir ríkisstyrki til bændasamtakana í fjölmiðlarekstur og fær líka stuðning eins og einkarekin fjölmiðil sé að ræða. Óvissan í rekstri fjölmiðla best þeim sem lifa á forsendum fjársterkra hagsmunaaðila. Hvað segir þetta, Ólafur? Já, það auðvitað mjög gott að vera með góðan bakhjarl sem til í að borga taprekstur. Endum við með mokkan einan og ríkisútvarpið? Ég held ekki. Það er líka annað í þessu. Þú nefnir Morgunblaðið og Morgunblaðið hefur náttúrulega verið mjög svona ráðandi fjölmiðill á Íslandi í mjög marga áratugi. Það einhvern veginn náði sér, það reif sig upp úr svona þessu flokksblaða móti. Við vorum með Morgunblaðið, við vorum með Tímann, Alþýðublaðið, Þjóðviljann. Þetta var fjórflokkurinn. Þetta voru bara málgögnin. Já. Morgunblaðið, það hins vegar, það svona víkkaði sig út, þetta gerðist á tímum Matthíasar og Styrmis og Morgunblaðið í dag að mörguleiti mjög góður fjölmiðill. Það hins vegar að grafa undan sjálfu sér vegna þess að mörkin milli ritstjórnargreina og fréttaflutnings, þau eru miklu óljósari á Morgunblaðinu en þau voru. En þeir eru með Sugar Daddy sem eru útgerðin. Já. Og við veitum það að þar hafa verið miklir hagsmunir. Við sáum það bara umræðan á þingi núna heldur betur og hún bergmálaði nú aldeilis í Morgunblaðinu. Já. Og við sjáum það að fréttaflutningu Morgunblaðsins. Nú ekki að segja að þetta hafi ekki alltaf verið hjá flokks málgögnunum, að hann hafi verið mjög litaður af því hvort ert í ríkisstjórn, ert í stjórnarandstöðu og svona hvaða mál uppi. Það hafi alltaf verið þannig en Morgunblaðið er orðið miklu grímulausara málgagn eigenda sinna en það var langa hríð. Mér finnst þetta reyndar tilhneiging flestra fjölmiðla sem ná einhverju máli að það orðin aðeins meiri svona hagsmuna pólitískur blær, þú getur svona aðeins betur velt fyrir þér eignarhaldi hverju sitja í stjórn. En þetta með hagsmunatengingarnar Skúli, þetta sem að Jón Trausti skrifaði, þetta ekki dagsatt hjá honum? Þetta ekki algjört? Ekki verið að bjóða hættunni heim? Eitt af hlutverkum til dæmis og fjölmiðlanefndar að halda út þessari skrá yfir eignarhald á fjölmiðlum og það mjög mikilvægt að við vitum hver á fjölmiðlana og hvaðan þessar upplýsingar að koma sem við erum að lesa. Ég held kannski að sé ekki alveg rétta leiðin endilega að fara að beina spjótunum á því hvernig aðrir fjölmiðlar eru að reka sig. Ég held að sé kannski punkturinn í sem Jón Trausti að segja líka að það ekki þessi fyrirsjáanleiki í styrkjakerfinu og núna þegar að þetta náðist ekki að klára það fyrir þinglok að framlengja þessa styrki sem kannski margir fjölmiðlar voru búin að reikna með að fá inn í reksturinn, að þá getur það sjálfsög haft áhrif. Það verið að reka miðlan alltaf bara eins og fyrirtæki og þá skiptir fyrirsjáanleiki miklu máli. Og hann hefur ekki verið til staðar. Þetta hefur verið svona framlegging svolítið ár frá ári og þannig að þetta skiptir miklu máli. Auðvitað ráðherra búin að gefa út vilyrði þess að þetta verði klárað og við bara vonum og treystum því að sjálfsögðu. En það Logi sem að fer með þessi mál. Já, það Logi sem fer með þessi mál og þarna eru fjármunir til staðar þannig að það á að vera að klára þetta. En að sjálfsögðu spurningin þegar þú ert að kannski taka lán út á það að þú fáir styrk og hversu mikið getur þú treyst á bara orð eða vilyrði. Já, og þetta alveg hárrétt ég held að Jón Trausti hefur mér sér nefnt það í þessum pistli sínum að fjölmiðlar hafa geta farið vitandi það að það út á gildandi lög þá fá þeir tiltekið styrk á einhverjum tímapunkti og þeir geta farið í bankan og sagt við erum að fá þessa peninga eru þið til í að láta okkur fá yfirdrátt eða lána okkur. Þetta ekki í dag.
Þannig að ég velti fyrir mér þessar uppsagnir á heimildinni. Er það mögulega vegna þess að heimildin hafði ekki þetta til að fara í bankan og segja, við erum að fá pening, þeir fá sennilega peningin, en bankin verður að hafa það einhvern veginn skjalfest að þessi peningur sé að koma. Og þetta styrkur fyrir árinu 2024 og einn galli kannski líka í kerfinu sá að þetta byggir á því hvaða ekstra kostnað þú getur talið til. Þannig að þú veist að heldur ekki fyrirfram hvaða styrk þú munir fá. Þú þarft að reyna að telja til ekstra kostnaðin eftir ekstra árið eftir á og fá síðan styrk út á það og ég held að sé alveg rétt að við veltum fyrir okkur, þetta gott fyrirkomulag? Til dæmis eins og hérna á Norðurlöndunum þá ég að fá styrki út á það hversu miklar áskriftir ég með sem miðill. Sem allt annað módel en við erum að kera hér. Væri réttara að setja miðlana í ákveðna flokka og þú fær styrk eftir í hver stærð þín sem miðill. Ég held að sé alveg rétt að við veltum þessu fyrir okkur. Ég held að sé aldrei mikilvægt að vera með helst aldrei einfaldar reglur. Skýrar, gegnsæjar, einfaldar reglur. En komandi aftur að þessu þá held ég að það sé alveg rétt. Ég held að þetta málþóf sem að kom í veg fyrir samþykkt eða afgreiðslu fjölda mála á þingi í vor meðal annars þessa fjölmiðlastyrki það hendaði mokkanum bara ekki illa. Nei. Sko hefur þú setið fundið með Loga eitthvað sem fulltrúi fjölmiðlanefndar framtíðina? Nei. En það sem að Logi hefur sagt bendir ekki til þess að það séu róttækar breytingar. Hann ætlar ekki mikið að hrófla við Ríkisútvarpinu ef eitthvað og það verður að segjast eins og að það ekki árás á starfsmanni Ríkisútvarpsins eða Ríkisútvarpið sem stofnun þótt maður ræði þennan rosalega mun sem á hlutskipti blaðamanna á Ríkisútvarpinu tekjustreymi til Ríkisútvarpsins, hvort sem ræðir almannafé eða auglýsingar. Það eina sem kemur manna óvart, eina sem undarlegt með Ríkisútvarpið að með alla þessa peninga sem Ríkisútvarpið það fær milli 6 og 7 milljarðar frá skattgreiðendum, svo fær það að vera á auglýsingamarkað og nær sér einhverja 2-3 þar, þannig að þetta hátti 10 milljarðar sem Ríkisútvarpið fær. En alltaf verða rekið undirbalans. Já. Það finnst mér, það er ákveðið afrek svona með neikvæðum formerkjum. Já, og svo bara almenningur kvartar undan og miklum endurflutningi Já, það er ekki eins og dagskrárgerðin sé að blómstra þetta. Nei, sko, það er þegar maður hafði verið veikir heima og kveikt á sjónvarpinu og ríkissjónvarpinu og bara hlust og bara þið fáið kannski 20 ára gamla dagskrá eða eitthvað svoleiðis og maður bara vá hvað menn voru duglegir að búa til efni á Ríkisútvarpinu fyrir einhverjum áratug. Hérna í den? Já, í den. Já. Þannig að þeir virðast ekki endilega, ég er alveg ekki sammála, það er ekki endilega hægt að sjá það að peningalegt sjálfstæði þeirra og nóga peningum valdi endilega. Ég held að veri ógæfuspor að taka Ríkisútvarpið og setja það þarna inn í þetta svarthol sem að OHF ríkisstofnun, hún hefur upplýsingaskyldu. Það er ákveðið gegnsæði, þú ferð að sjá í hvað fara peningarnir í svona fyrirtæki. Einkafyrirtæki, það verður þá bara að reka sig, en OHF fáum engar upplýsingar. Við vitum ekkert í hvað þessi peningar fara. Nei. En svo kannski líka í þessu öllu sem það eru þetta eðlilegt að þegar að það er verið að keppast krónur á markaði að það sé líka farið að horfa í hverjir hafa flestar krónur til þess að spila úr og gagnrýna þá, en það eru líka þetta tækifæri í því fyrir minni miðla og líka sé að horfa á það hvernig eru þá þessi miðlar að haga sínum fréttaflutningi sem dæmi, getum við gert það öðruvísi, eru þeir í takti við nútíman og þannig eru þetta líka kannski eitthvað fyrir markaðin að horfa á geta einkareknir minni miðlar gert þetta öðruvísi og þannig kannski þjónað þörfum fólks betur. Það er líka hægt að horfa á þetta þannig. Jú, en ég horfi kannski meira á þetta, ég nú fyrrverandi fréttamaður á Ríkisútvarpinu og þekki nú ágætlega menninguna þar eins og hún var að minnsta kosti
Og sko við vorum mjög mikið að leitast við að gera það sem aðrir áttu erfitt með að gera, að halda sjálfstæðið okkar. Það náttúrulega er miklu hlutskiptimann sem fréttamanns á Ríkisútvarpinu miklu betra heldur en eiginlega allra annar fréttamann á Íslandi vegna þess að það bara breiður og samstæður hópur í kringu þig og þú ert ekki að steikja markaðsöfl sem að hóta því að gera allt vitlaust þegar þú flyttur fréttir þar, menn eru verndaðir bæði með belti og axlabönd. En mér finnst núna sko að Ríkisútvarpið hafi bara of þvælst inn á lendur einkamarkaðarins. Það er alls konar álitamál með að starfsmenn Ríkisútvarpsins séu að gera hin og þessi podcast og séu þar með að velja þeim litla vaxtarsprota sem í einkageiranum undir uggum og þannig að sko mitt sjónarhorn þótt ég skilji alveg hvað þú ert að segja. Það sýnir meiri samúð með einkarekstrinum vegna þess að ég held að við þurfum að horfa á það sem raunverulegt mögulegt vandamál að hann bara vistni allur og degi út. Og aðeins varðandi sko fjölmiðla læsi, ef þessar fjárhagsógöngur einkamiðla eru orðnar svona miklar, ég tala freistnivandann, þetta kannski ekki beinlega sjálfbær dagskrárgerð eða fréttamennska eða blaðamennska eða efnistök en þú lifir þó einn dag í viðbót með því að gera eitthvað sem að þér jafnvel þarft að gera. Þetta mun held ég hægt og rólega hafa þau langtíma áhrif að munurinn á blaðamennsku og bloggarnum út í bæ eða bara einhverjum á Facebook lögmæti blaðamennskunar veikist hægt og rólega. Og það virkilega góðu dagur fyrir populistana og bóana í samfélagunum þegar almenningur hættur að gera greinarmun á blaðamennsku, vandari blaðamennsku og bara einhvers konar skoðun út í bæ. Þarna kemur áhugaverðum þætti og maður hefur nú hortið þess að það mikill munur á að vera á sko ritstýrðri fréttaveitu og þessum samfélagsmiðlum, það sem engin ritstjórn. Þarna bara kemur hver sem og setur út sitt sjónarhorn og mér hefur fundist stóru miðlarnir og þegar ég segi stóru miðlarnir þá ég náttúrulega að tala RÚV, ég að tala Morgunblaðið og ég að tala Sýn. Mér hefur fundist ritstýringin þar vera að breytast. Hvernig? Með Morgunblaðið það náttúrulega alveg skýrt að þar er sko línan milli sko ritstjórnar sko skrifa og fréttaskrifa orðin mjög óljós, orðin mjög óskýr. Finnst þér þetta líka á Sýn? Mér hefur fundist að og sérstaklega bara svona á undanförnum mánuðum þá mér hefur fundist ég skynja breytingu. Ég var aðalega skynja bara svona veikar í fréttamennsku hjá Sýn. Já, mér hefur fundist ég finna svona að Sýn sé að stilla sér upp með ákveðnum öflum í sinni fréttamennsku. Og það gerist á svo margan hátt. Það fjölgar útgerðarfólki í stjórn. Heldur betur. Og RÚV þar finnst mér einhvern veginn eins og ég líka fyrrverandi fréttamaður á RÚV, það var ekki lengi en þá var Bogi Ágústsson fréttastjóri og það var bara mjög skýrt það var ægi á þeirri fréttastofu og það var ekkit verið að fara yfir einhverja línur. Mér finnst RÚV vera að fara oftar og oftar yfir línur sem hefði aldrei verið farið yfir. Ægi og samfélagslega ábyrgð. Já. Og mikilega umræða samfélagslega ábyrgð og efnistökin. Já. Og ég tek undir þetta. En sko ég veit að þú ert embættismaður, þú ert að vinna hjá ríkinu og ég veit að hendur þínar eru bundnar, þú getur ekki talað þú getur ekki tekið þátt í einhverju gaspri og allt það. En sko, hvað getur þú sagt við hlustendur samstöðurinnar sem blessun og áhorfendur sem blessunlega hlaupa 20.000 og hér áskriftarmódelið hægt og rólega að festa sig í sessi þannig að vonandi verður samstöðin áfram í loftinu þótt að sé engin leið að staðhæfa það. Myndu nú margir telja þær mistu spón úr sínum að skef ef við myndum hætta með okkar þjóðmálaumræðu og svo framvegis. En hvað getur þú sagt við almenning núna í ljósi þess sem við höfum verið að ræða hér sem að svona gefur fyrirheit það að menn ætla að spýta betur í lófana?
Já, ef við tölum bara hvernig umhverfið blasir við okkur. Við sjáum þetta tekjumódel er brostið með auglýsingatekjurnar sem að fara til samfélagsmiðlana. Við sjáum það núna í nýjustu rannsóknum okkar að hvar fólk að nálgast fréttir, að í yngsta aldurshópnum þá eru samfélagsmiðlar búin að taka fram úr ókeypis fréttamiðlum á netinu. Þetta þróun sem hægt og bítandi búin að vera að eiga sér stað, en núna eru þeir samfélagsmiðlarnir konir fram úr fréttamilunum. Það er fyrsta skipti í síðustu mælingu? Já, í fyrsta skipti í síðustu mælingu þá fer það í þessum yngsta aldurshópið, þá fara samfélagsmiðlarnir fram úr fjölmiðlunum. Á sama tíma og við sjáum að traust til samfélagsmiðla er svo gott sem ekki neitt, en reyndar er traust til fjölmiðla aðeins að fara upp. Ef við horfum á þetta umhverfi getum við treyst samfélagsmiðlum til að halda okkur upplýstum. Af því þetta er líka svo staður þar sem við sjáum langflestar falsfréttir, þar sem að hver sem getur farið inn á lyklaborðið og skrifar í rauninni hvað sem er. Þetta er auðvitað engan veginn það sama og fjölmiðill. Á sama tíma erum við samt til dæmis að borga fyrir lausnir eins og einhver gervigreindartól til að hjálpa okkur að halda okkur upplýstum. Það sem að við erum ekki með manneskjur á baki, við erum alveg að borga fyrir lausnir til þess að hjálpa okkur að greiða úr þessum frumskógi sem er þarna á netinu. Þannig eru fjölmiðlar auðvitað og þeir spila lykilhlutverk í að halda okkur upplýstum. Af hverju erum við að borga fyrir, okkur fyrir sjálfsagt að borga fyrir einhver gervigreindartól eða einhver vélmenni til þess að greiða úr flækjónum, en ekki fagmenntuðu starfsfólki fjölmiðla sem er að vinna fréttir eftir ákveðnum gildum, siðareglum, eftir lögum. Ég myndi að sjálfsögðu alltaf fara þá leið að borga þessu fólki fyrir þeirra vinnu, fyrir ekkert heldur einhverju tóli sem við getum svo tekið alveg heilan þátt í umræðum hvar gallarnir felast þar. En það er auðvitað vont þegar við tölum líka starfsstéttina og drögum hana niður og erum farin að tala hvað blaðamenn hafa það skít. Og ég ætla ekki að segja að það sé ekki staðan, en ég vinn líka sem kennari í fjölmiðlafræðideildinni í Háskólanum á Akureyri og við sjáum ár frá ári að það fækka nemendum sem líka horfa á af hverju ætti ég að vera að setja mig út í þetta umhverfi, af hverju ætti ég að vera að mennta mig í því að verða blaðamaður þegar þetta er umhverfið, launin eru svona, ég verð fyrir persónu árásum og ég þarf jafnvel að verja sjálfa mig fyrir dómi af því að miðlinn minn bakka mig ekki upp. Þetta er allt mjög góða spurningar. Þetta er mjög fína spurningar. Hvernig á ég að svara nemendum? Hvernig á ég að rökstyðja það, jú, taktu námslán til þess að koma þér í þessa stöðu og leggja þetta mörkum. En að sjálfsögðu er það þannig að samfélagið okkar, ef við ætlum að kaffara öllum okkar góðu miðlum eða vera bara með örfáa á markaðinum og við ætlum að treysta á gervigreindartólin til þess að halda okkur upplýstum, við ætlum að treysta á samfélagsmiðlana til að halda okkur upplýstum. Það er bara ekki þróun sem er vænleg fyrir okkar samfélag. Nei. Finnst þér þetta ekki áhugavert með yngsta aldurshópinn sem er bara... Þetta er áhugavert, en ég, það er náttúrulega fór að velta því fyrir mér, að fjölmiðlarnir í dag DVF er netmiðl og þetta er nú svona, þetta er allt orðið netmiðlar í dag þó að sé kannski ljósvakinn hjá RÚV og Sýn og prentmiðlinn hérna hjá Morgunblaðinu, en fjölmiðlarnir nota mjög mikið samfélagsmiðla vegna þess að það er kanallinn. Já, út til þess að deila fréttinni og því öllu. Það er mjög mikið af fólki sem er ekkit að fara vefinn og fara á milli MBL og Vísir og DVF og svona. Það er á samfélagsmiðlunum og svo smellir það kannski á eða sér eitthvað sem að vekur áhuga þar og þá er það komið inn á fjölmiðlinn. En þá hljótu þurfa að spyrja okkur ef að þeir hafa þetta mikla vægi sem þeir sannarlega hafa samfélagsmiðlar í að dreifa upplýsingum í dag. 80-90% dreifingu fréttar oft bara gegnum Facebook Já, en þá hljótu að velta fyrir okkur hver er ábyrgð þeirra þar og við höfum alveg séð líka til dæmis tilraunir eins og hjá Google sem að tók út í leitaniðurstöðum hjá hluta notenda í Evrópu leitaniðurstöður sem að bindin og fjölmiðla í einhverju tilraun sinni. Þannig að þegar við erum að treysta Google til að halda okkur upplýstum og svo eru þeir að gera svona tilraunir á bakvið tjöldin. Google er reyndar eitthvað sem ég myndi aldrei treysta. Það er eitthvað verulega bogið. Something is rotten in the state of Denmark þegar kemur að Google. En hvað með þá að treysta algoritma samfélagsmiðla? Nei, ég held við getum enn síður treyst honum. En þetta er samt hrakist út í þessa leið. Já. Og ég skil það, þetta er góð leið til þess að koma upplýsingum á framfæri en hún verður alltaf verri og verri að því að hvernig getum við treyst á það, er lokað á okkur, er einhver skuggabönna og hinn og þessu sem er verið að fjalla
þetta góð leið? Getum við treyst hana til lengri tíma? Þó hún sé góð í dag en verður hún góð til lengri tíma? Þetta er leið, en nei, þetta er ekki góð leið. Nei. En þetta er leið og þetta er leið sem fjölmiðlar verða að nota í dag. En getum við kannski spurninga áreiðanleika þessara svara hjá unga fólkinu? Getur verið að ef það les samstöðuna á internetinu gegnum Facebook, DFF, Moggan, Vísi, RÚV, getur verið að sé að rugla saman sko að það er fjölmiðil sem að birta þessar upplýsingar en ekki samfélagsmiðil. Alveg klárt, við sjáum það að við erum ekki að gera mikinn greinamun ungmenni á endilega umfjöllun samfélagsmiðil og fjölmiðils. En það er líka okkar sök þegar við erum ekki að leggja áherslu á fjölmiðlalæsi og miðlalæsi. Að þá var það eðlilega, ég hef alist uppi með þessa miðla í höndunum og ég treysti það til þess að halda mér upplýstum. Það er búið að kenna mér gagnrýna hugsun sem hefur gengið þangað að ég á ekki geta treyst neinu og ég treysti engu sem að því þetta er allt saman bjagað og vitleysa. Hverju get ég treyst þá? Ég get treyst fólki, ég fer að treysta einstaka áhrifavöldum sem að koma fram samfærandi og segja mér hlutin á hreinni íslensku að því ég treysti ekki fjölmiðlunum. Ég fer að reiða mig á gervigrindina sem fann að þekkja mig betur en mig sjálfan til þess að halda mér upplýstum. Í þessu umhverfi, ég skil það alveg og yngri kynslóðir eru farnar að leita upplýsingu á annan hátt en við höfum vanist. Þarna varstu bara að lýsa sögu bandarísku þjóðarinnar og einhverju Trump forseti í annað skipti. Já, en þetta er ekkert nýtt, sko, það var náttúrulega einhver frægasti sjónvarpsmaður síðustu aldar í Bandaríkjunum, Walter Cronkite. Hann var, mér minnir að vera á CBS, þá var hann sem sagt fréttalesarinn þar og þetta var bara maður sem fólk treysti. Og þegar að hann til dæmis tók afstöðu gegn Víetnamstríðinu, þá bara urðu vatnaskil í Bandaríkjunum. Já. En sko, Óli, ég lasi það ekki í Mogganum í daginn þegar DFF þið væru bara trójuhestur trójuhestur viðreisnar. Jú, ég held að hafa lesið það í einhverjum ritstjórnarskrifum. Erum við það ekki? Við erum, sko, ritstjórnarstefna á DFF er náttúrulega klárlega alþjóðasinnuð, frjálslynd og þannig að mjög margt sem að til dæmis þessi ríkisstjórn, mjög margt sem í stefnuskrá Viðreisnar, það fellur alveg að okkar stefnu. Þegar ég sagði áðan að mér fyndist eins og við værum kannski öll meir og minna verða aðeins pólitískari þessi fáu sem að en síðustu stríðsmennir sem að eru á vígvellinu, það flestir fallnir sko, er það nokkuð launungar mál að sko, þetta aðeins, við erum komin í kannski einhvern smá vítaring sko, út frá sjónarhóli almennings og út frá þeim upplýsingum. En þetta er ekkert nýtt. Það er ekkert nýtt að fjölmiðlar séu pólitískir. Fjölmiðlar hafa alltaf verið pólitískir. Það kom eitthvað tímabil þar sem að sko súrefnisgrímurnar voru slíkar, lífsbjargirnar voru þannig að menn þurftu minna að velta þessu fyrir sig. En við getum sagt líka, ok, þetta er ekkert nýtt, en við getum líka þá samt á sama tíma að horta á, erum við sátt við þetta eins og þetta er í dag? Og þó að það sé ekki nýtt, þá getum við samt sagt, við viljum laga þetta. Við viljum leggja meiri áherslu á það að reyna að efla traust á fjölmiðlum. Við viljum reyna að efla miðlalæsi ungs fólks. Við viljum reyna og þó maður sé að tala um það að setja einhver mörk á nýja tæknis og gervigreind, þá maður ekki á móti tækni framförum. Við þurfum aðeins að fara að horfa á það, hvernig viljum við sjá þetta umhverfi? Horfa á það heildstætt. Eru lögin okkar nógu góð fjölmiðla? Eru styrkirnir nógu góðir sem við höfum? Hvernig eru við að kenna börnum miðlalæsi? Þetta skiptir allt saman máli og ég líka til þess að lendi í vandræði með það þegar ég verið með ungbörn og við erum að tala um fjölmiðla og ég kem með dagblöð. Það eru þetta bara farið að vera vandfundið útgáfa á prentmiðlum til þess að leggja borðið fyrir þau til þess að við getum farið og skoða fréttir. Það er ein prentsmiði í landinu sem getur prentað fjölmiðil í dagblaðaformi. Já. Það er prentsmiði Árvarkurs. Þeir fengu leyfi til þess að kaupa af þrotabúi Torgs, fengu leyfi til að kaupa prentsmiði Fréttablaðsins bara til þess að hendinni. Já. En sko fyrir efnahagskrísur fjölmiðla, af því að ég er í hópi þeirra sem að upplifði það sem við köllum ákveðna gullöld. Það var miklu meira peningum í gangi, það var miklu meiri framleiðsla, það var miklu heilbrigðari og harðari samkeppni. Ég ætla bara að segja það upp á. Það var meiri mannauður í stéttinni, það var meira stolt
og svo framvegis en jafnvel á þeim tímum þá átti það með að segja á því að þú tala um fjölmiðlalæsi að nú kannski hringi ég í einhvern mann sem að Bjössi sem komin heim úr vinnunni bara fyrirlítur en ég þarf að gera það vegna þess að þetta sjónarmið þarf að komast á framfæri og ég hef bara eftir honum einhver ummæli sem að ég lít svo á sem að hafi mikið samfélagslegt gildi og ég algjörlega ósammála öllu sem það sagði, ég bara birti það nákvæmlega orð fyrir orð eins og það sagði það mér sem Bjössa eftir vinnu þvert geð en mér sem blaðamanni sæmandi og mikilvægt fyrir mig og sem starfsmann og almannahagsmann mínum að jafnvel þá var mjög lítill skilningur á þessu hjá Íslensku þjóðarsálinni og bara hvað að þér? Ert að útvarpa því sem að þetta ógeð hugsar og svona bara nánast vinslit sko. Þannig að sko það allt, jafnvel þegar best áraði, þá var stutt í það að íslenskur almenningur teldi að blaðamaður væri alltaf með persónulegt agenda eða einhvers konar agenda innan vinnustaðarins það að það væri verið að flytja áróður, það væri erindi en ekki bara að sinna almannahagsmunum frá öllum sjónarhornum. Hvernig haldið þið að þetta viðhorf verði eftir nokkur ár ef svo fer sem horfið? Þannig ertu komið með dálítið áhugaverðan punkt að blaðamaður sem að flytja fréttir og að koma með sjónarmið, mismunandi sjónarmið sko, frá málsaðilum í máli. Hann, sko, blaðamenn, eins og segir, þeir eru oft, þeim eru gerðar upp skoðanir út frá því hvað þeir eru að fjalla og hvað þeir hafa eftir mönnum. Þeir eru eins og lögmenn sem er að verja sakamenn. Já. Almenningi hætti til að líta svo á að þessi lögmenn séu sko í raun og veru að þeim hann samsvarar lögmenn með skjólstæðingunum sem þeir eru að verja. Einhver hluti almennins er þar. Já. Og þetta er, ég held að losnir aldrei undan þessu. Þetta verður alltaf verið svona, þetta verði alltaf svona, er það að versna? Veit það ekki. Mér finnst alltaf, já. Ég held eins og í þessu sko og þegar við erum farin að tala sko og við höfum séð það líka bara eins og í rannsóknunum okkar þegar við erum farin að skoða sko landslægið og þá erum við farin að sjá þetta út frá hægri og vinstri pólitískum skoðunum hvernig fólk að velja sér sína miðla til að halda sér upplýstum og þá þetta vandinn að við erum farin að aðeins nánar, hvað sína þau gögn? Já, þá erum við farin að sjá að þegar við fyrir að bera saman gögnin eftir því hvaða miðla þú telur óháða pólitískum og efnahagslegum áhrifum hvort þú staðsetur sér hægra megin eða vinstra megin í pólitík, það gríðarlega mikill munur á hvaða miðla þú segir vera óháða á markaði. Og þegar við fyrir að bera það saman við bandarist fjölmiðla umhverfi þar sem þú ert bara með hægri og vinstri miðla og það er ekki skörum frá hægri til vinstri það eru þetta ekki umhverfi sem við viljum búa við. Við viljum vera með miðla sem að skara, sem að ná til bæði vinstri og hægri lesenda og vandinn þarna er að við fyrir að velja okkur svolítið fjölmiðla út frá okkar pólitísku skoðunum til þess að styðja það hvaða skoðanir við höfum. Alveg eins og við gerum í raun á samfélagsmiðlum þegar við förum inn í ákveðna hópa, finnum ákveðið fólk sem styður okkar skoðanir og við lendum inn í þessum bergmálshellum sem oft talað Þetta eru þetta vandasamt en það er líka, það skiptir máli þegar eitthvað stórt stæðir að í samfélaginu okkar að það séu svona fjölmiðlafólk sem geti komið á skjáin eða í útvarpið sem við treystum til þess að segja okkur hvað er að gerast þegar eitthvað stórt stæðir að en þegar við fyrir að taka fjölmiðlafólk að lífi fyrir að vinna vinnuna sína og við eigum þetta til að stimpla. Fólk sem vinnur í stjórnsýslunni er svona og allir blaðamenn sem vinna á þessu fjölmiðli, þeir eru nú svona. Það er ekki svoleiðis. Þegar við ætlum að taka fjölmiðlafólk að lífi fyrir að vinna vinnuna sína, þá tökum við trausti úr þeim og eftir stendur þetta ekki þessar raddir sem að geta komið á skjáin þegar eitthvað stæðir að og sagt okkur núna stæðir að hætta og við þurfum að gera svona. En í tengslu við þetta dettur mér í huga að sá vinnustaður sem er best til þess fallinn að stunda sjálfstæðar pólitískar greiningar á deiglu líðandi stundar er Ríkisútvarpið. Það er mjög lítið greiningar, sjálfstæðar pólitískar greiningar hjá fréttastofu Ríkisútvarpsins. Það liggur við að þar forðist menn sjálfstæðar pólitískar greiningar eins og heitan eldinn vegna þess að þeir eru orðin svo þreyttir á því að vera einhvers konar skotskífa fólk sem ringir og sendir tölvupóst og vera alveg brjálað og hægri mennin að saka það að vera vinstra megin og eitthvað svona. En þetta er bara
byrði sem þú þarft að bera án þess að kikna. Þetta er bara skylda öflugsfjölmiðil sem sko er vel fjármagnaður. Þetta er skylda hans að gera. Þetta er ekkert auðvelt verkefni vegna þess að við öll höfum við skoðanir. Það er ekki vinsældakeppni að vera fréttamaður. Nei. Það er engin hlutlaus. Sá sem segist vera hlutlaus, hann er ljúgaður. Já, ég er sammála því. En það er hægt að vera heiðarlegur. Já, þú getur haft sko þessa almenningshagsmuna hugsun leiðandi að leiðaljós og kannt öll vinnubröðin og veist hvað þú þarft að gera. Þú þarft að tékka á þessu, þú þarft að bera þetta undir, þú þarft að fakttékka eða þú þarft að koma eitthvað með mjög stórt og viðkvæmt og svo framvegis. Já. En þarna í grunninn felst þetta líka bara í litlum skilningi á starfi blaðamanna. Jú. Gerir það, og líka þegar við erum að tala rannsóknar blaðamennsku, hvernig styðjum við hana? Hvernig fjármögnum við hana? Hvaða styrkir til staða til þess að standa bak við rannsóknar blaðamennsku sem er mjög dýr og kostnaðarsöm? Hvernig ætlum við að efla þetta? Við þurfum að fara að spyrja okkur að því að miklu meiri krafti, og eitt af hlutverkum fjölmiðlanefndar hefur verið að efla miðlalæsi alls almennings, og ég fekk þetta verkefni í hendurnar og það var enginn í því starfi undan mér. Nú áttu að efla miðlalæsi alls almennings, gjörðu svo vel. Takk. Þetta er algjörlega ómögulegt verkefni. Gangi mig vel, sko. Ertu búin að tekja í bóksið? Já, svo þarf ég vel að gera það og svo getur við skóplað sér í skúfuna. Við syndum þessu hérna verkefni. En þetta er auðvitað galli og við þurfum auðvitað að horfa á þetta miklu raunsæra, hvernig við ætlum að gera þetta, alveg eins og það er engin hlutlaus en við getum verið heiðarleg. Við þurfum að horfa á þetta raunsætt, hvernig ætlum við að gera þetta, að við séum ekki að refsa fjölmiðlafólki heldur fyrir mannleg mistök. Það er ekki falsfrétt. Nei. Falsfrétt er ekki að sama mannleg mistök. Í upplýsingaóreiðu gerð greinamunur á þessu, misupplýsingar og falsupplýsingar eru tvær mismunandi ellur í því, sko. Já, ég meina, sko, mistök er allt annað en blekking. Algjörlega. Ég er alveg sammála því sem þú segir, ég er sammála þeirri hugmyndafræði að þetta verðum við fjölmiðlar að reyna að hefja okkur upp og standa saman og sýna styrk þegar ógnir steðja að okkur, það væri best. Já. En það verður erfiðara og erfiðara eftir því sem að samkeppnin verður harðari og eftir því sem að lífsbjarginnar verða færri og færri og það er svolítið sko það sem að mér finnst við þurfa að hugsa upp átt og fjalla að það er algjört neyðarástand. Það er algjört neyðarástand og þetta sem ég nefndi í inngangnum með rannsóknarblaðamennsku og hvernig hún var hér stunduð á Þrótti fyrir mörgum árum, þetta er ónóg upplýsing, réttur almennings til upplýsinga, hann er ekki virtur. En sko, ég nú ætla ég ekki að varpa ábyrgðinni frá mér að efla miðlæsi, sko, en við skulum kannski líka satt horfa á það, og ég sem fjölmiðlafræðingur núna ætla að horfa á það. Sko, fjölmiðlun er í mjög föstum skorðum oft. Við erum með ákveðin föst slott eins og útvarpi og sjónvarpi. Erum við nú að duglega að brjóta upp þetta form? Af því við erum kannski núna með kynslóð sem er ekki að horfa á miðlun upplýsinga á sama hátt og við horfum á hana. Erum við að þvinga þau inn í formi sem að við erum vön og settum upp og vonast til þess að þau kveikja áhuganum á því að setjast niður og horfa á kvöldfréttir, þau hafa ekki áhuga á því. Athyglisspani eins og við ræddum áðan, sem er í raun tvíþætt, við erum alltaf, þetta verður stutt, hnitmiðað, en svo erum við að fá það á samfélagsmiðlum alveg stöðugt og við leitum líka í hvíld einhvers staðar annars staðar. Þannig að þess vegna fyrir við leita í langa, djúpar greiningar og hlaðvarsviðtöl. Þannig að við höfum athyglina í þau þó að við séum öll ekki með neitt athyglisspán á öðrum stað. Þannig að kannski eftir að horfa, ég var á N4 og ég heyri enn þann dag í dag, fólk saknar meiri umfjöllunar af landsbyðunum. Við söknum þess þegar við erum með allt þetta aðgengi að streymisveitum eins og Hulu og Netflix og erlendu efni. Við viljum fá bara íslenskt efni af íslensku fólki að gera það sem það er að gera í sínu daglega lífi. Ættu við kannski að fara að horfa á hvað þurfa lesendurnir okkar og á hvaða formi vilja þið fá það? Þetta er mjög fínn punktur hjá það finnst mér og við sáum fyrir kosningarnar síðustu þegar Oddur Ævar Gunnarsson, vinur okkar sem nú er á Sín, þegar hann fór að bjóða þeim oddutunum upp á kjúklingavængi. Auðvitað erlendri fyrir mig, þetta er náttúrulega þekkt þar. En sko þá voru svona okkar aldurshópur bara fussað og segja hvers konar afþreyingar, væðing er þetta á mikilvægu málefni, en svo horfði ég með ég held ég hafa nú sagt þess að sögu áður við þetta rauðaborðin. Ég horfði sem sagt á eitt viðtal sem að tók með einhvern oddvita með 17 ára gömlum sýnimunum og hann
og hann sagði, nú finnst mér ég vita meira pólitík en ég hef samanlagt fengið að vita í allra þessari kosningabaráttu. En það var bara vegna þess að hann nennti að horfa og hlusta af því að það var verið að infotainment þetta svolítið sem áður var nú algjört bannorð, infotainment, þau ætlaði að fréttir eru skemmtiefni og fréttaumræða og svona, en þessi mörk hafa þetta runnið mjög mikið til og það eitthvað sem að þýðir sannlega ekkert að berja höfðinu gagvart. En ég sé líka með ykkur á DFF að þið eru náttúrulega í svona skoðana fasa mikið og pislaskrifum og eru að finna þarna að ykkar mati einhverja leið út úr. Við náum til ákveðins hóp, sko, eins og ég sagði áðan, sko, það er alveg klárt mál, við stöndum fyrir eitthvað ákveð, eitthvað ákveðna hugmyndafræði og þú sér það alveg á okkar miðli, sko, við reynum að halda hins vegar, sko, vel aðskildu, sko, þessum skoðanaskrifum annars vegar og fréttaskrifum hins vegar. Já, en svona umfang og dæling og dreifing og svona viktin orðið svolítið, sko, þetta aðeins færst til frá til dæmis gamla DFF stundaði á nokkur ára tímabili bara heilmikla rannsóknarblaðamenn, sko. Við hér erum að reyna að bjarga okkur af því við vorum að tala hvernig geta fjölmiðlarnir brugðist við. Það eru allir að reyna að finna sér einhvern nýjan farveg. Hér það einmitt til talaða orð. Hér tökum við viðtöl sem eru kannski 3 klukkutímar. Já. Og þegar ég heyrði fyrst af lengd þessara viðtala hjá ritstjóra samstöðarinnar, þá bara hló ég þess að það nennir enginn að hlusta eða horfa á þetta. En svo komst ég að því að einmitt út af stressinu, út af athyglisspanninu, út af því hvað við erum fljót alltaf að skruna, velja og hafna og búm, þá aftur komin markaður fyrir svona langt ítalegt, rólegt efni. Ég sé það bara með meira og minna allt fólk á mínum aldri í kringum mig, það er allavega með einn nabba í eyranu að hlusta á eitthvað. Ég get ekki sinnt heimilistörfunum, ég get ekki sinnt vinnunum minni, náminu mínu, nema að vera að hlusta á eitthvað í leiðinni. Þannig að það komin gríðarlega eftirspurn eftir töluðu efni og jafnvel löngum þáttum líka. Eitt punktur þetta var þetta í skoðanapislana sem ég hef verið svolítið að velta fyrir mig líka, að því að ég hef svolítið verið að fylgjast með því og maður hefur séð ýmis ummerki í sumum pislum það að við sem að fá gervigreindan til þess að skrifa fyrir okkur skoðanapislana. Það skoðun mín þegar ég búin að stimpla inn í ChatGPT, skrifa þú nú skoðanapistil þetta hér og svo gerir ég kannski einhverja smá breytingar á því. Þetta skoðun mín? Þetta skoðun manneskju? Hvers konar skoðanapistil það? Ég ætla bara að upplýsa það hér og nú að gervigreindin hefur ekki verið notuð við að skrifa á skoðanapislum á DFF. Nei, á DFF. En náttúrulega kannski einhverja aðsendir pennar þeir kannski gera það. Við veitum ekkert um það. Já, við getum náttúrulega ekki ráðið því en eftir okkar bestu vitund þá höfum við ekki fengið slíkt efni. Nei. Heyrðu, herramenn, það tími okkar á þrótum, en takk Skúli fyrir að koma fyrir hönd fjölmiðlanefndar og Óli, við höldum áfram að berjast til síðasta manns. Já, getum ekkert annað. Kunnum ekkert annað, viljum ekki gera neitt annað. En kæri þakkir fyrir komuna, báðið tveir. Og við höldum hér áfram eftir andartak, kæru hlustendur og áhorfendur. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.